Veröld sem var 7. kafli í aðrar heimsálfur. Leið tíminn hraðar í þá daga en nú þegar slíkir stórviðburðir reka hver annan að heimurinn mun ekki bíða þess bætur aldaraðir. Eða minnist ég æskuárana kannski óljóst af þeim sökum að ég eyddi þeim að mestu í reglubundið starf. Ég skrifaði allt mikið og birti eftir mig og menn könnuðust þegar við nafn mitt í Þýskalandi og allt víða erlendis. Ég hafði eignast formalendur og einnig andstæðinga, sem enn öruggari vitnisburður sjálfstæðan persónuleika. Ég átti greiðan aðgang að öllum stórblöðum landsins og þurfti ekki að bjóða fram ritsmíðar mínar þær voru pantaðar. En ég gengi ekki fram í þeirri dul að neitt af því sem ég skrifaði þá hafi gildi nú. Metnaður okkar, áhyggjur, vonbrigði og beiskja, allt þetta dvergsmátt í augum vorum í dag. Stærðar hlutföllin eru önnur. Hefði ég byrjað þessa bók nokkrum árum fyrr, mundi ég hafa sagt frá samtölum við Gerhard Hauptmann, Arthur Schnitzler, Beer Hoffmann, Demel, Pirandello, Wassermann, Shalom Asch og Anatole France. Sá síðarnefndi var annars fjári skemmtilegur því hann sagði okkur tvíræðar gamansögur allt kvöldið með ströngum hátíðleik og furðulegri nærfærni. Ég geti sagt frá fyrsta flutningi margra stórverka, 10. hljómkviðu Gustavs Mahlers í München, Rósarittarans í Dresden og frá sýningum Karsavínu og Ninskís, því ég var viðstaddur marga stórviðburði listsögunar og fylgdist með þeim af forvitni og hrifningu. En allt sem ekki í beinum tengslum við vandamál líðandi stundar dæmt úr leik af hinu nýja mati voru á hlutunum. Nú orðið virðast mér þeir menn sem vöktu bókmennta áhuga minni í æsku miklu þýðingar minni en þeir sem opnuðu augum mín fyrir raunveruleikanum. Meðal hina síðarnefndu ber hæst mann sem hrefti það hlutskipti að hafa forystu í málum Þýskalands þegar vandi þess var mestur og féll fyrstur manna fyrir morðvopnum nasista 11 árum áður en Hitler hrifsaði völdin, en það var Walter Rathenau. Kynni okkar voru forn og vinátta okkar hófst á undarlegan hátt. Einn af þeim mönnum sem vakið höfðu athygli á mér 19 ára gömlum var Maximilian Harden, útgefandi tímaritsins Zukunft, sem var mjög áhrifamikið á síðustu áratugum keisaraveldisins þýska. Bismarck sjálfur hafði att Harden út í stjórnmálabaráttuna til þess að geta haft hann fyrir málpípu eða eldingavara. Varð hann brátt ráðherra, kom upp Eulenberg-hneykslið og hélt keisarahirðinni í uppnámi vikum saman með árásum sínum og uppljóstrunum. En þrátt fyrir allt voru leiklistinn og bókmenntirnar aðal áhugamál Hardens. Eitt góðan veðurdag birtist í Zukunfts bakmælaflokkur undir dulnefni sem ég kannaðist ekki við. Fannst mér hann athyglisverður sögum frábærar djúphygli og mergjaðs orðfæris. Þar sem ég var stuðningsmaður tímaritsins gerði ég Harden fyrirspurn: hver þessi nýji maður? Ég hef ekki árum saman lesið svona fáu bakmæli. Svarið kom ekki frá Harden heldur frá náunga sem kallaði sig Walter Rathenau og var, eins og ég komst að raunum af bréfi hans og einnig öðrum heimildum, engin annar en sonur hins volduga forstjóra Þýska rafmagnsfélagsins í Berlín og sjálfur stór kaupmaður, iðjuhöldur og fulltrúi í ótal hlutafélögum, einn hinna nýju nattkaupmanna, svo nota sér orðalag Sean Pauls. Fullur þakklætis og alúðar skrifaði hann mér að fyrirspurn mín sé fyrsta uppörfunin sem sér hafi hlotnast fyrir bókmenntastörf sín. Þótt hann væri að minnstakosti 10 árum eldri en ég, viðurkenndi hann hreinskilnislega fyrir mér að hann væri á báðum áttum hvort hann ætti að ráðast í að gefa út bók með hugleiðingum sínum og spakmælum. Hann sé í rauninni boðflenna á skáldabekk því hingað til hafi öll starfsemi sín verið á fjármálasviðinu. Ég hvatti hann af heilum hug, við höfðum bréfaskipti og næst þegar hann kom til Berlínar hringdi ég í hann. Það var svarað hikandi röddu: jæja, það eru þér. Það var leitt. Ég legg af stað til Suður Afríku klukkan 6 í fyrramálið. Ég greip fram í: þá sjáumst þið bara seinna. En röddin hélt áfram dræmt og íhugandi: nei, bíðið andartak. Síðdegis verði ég ekki viðlátin vegna fundahalda.
Í kvöld geng ég fyrir ráðherra og síðan verður klúbbveisla, en gætu þér ekki komið til mín, korter yfir 11? Ég féllst á það. Við röbbuðum saman til klukkan 2. Klukkan 6 lagði hann af stað til Suðvestur Afríku í umboði keisara, eins og ég seinna frétti. Ég segi frá þessu smá atviki vegna þess hversu einkennandi það var fyrir Rathenau. Þessi sístarfandi maður hafði alltaf tíma aflögu. Ég sá hann þegar öngþvetið var mest í stríðinu og rétt fyrir Genúaráðstefnuna og ók með honum nokkrum dögum áður en hann var myrtur, strætið þar sem morðingjarnir sátu fyrir honum og meira að segja í sama bílnum sem þeir skutu hann í. Þótt hann væri störfum hlaðinn frá morgni til kvölds, gat hann fyrirhafnarlaust skiptum viðfangsefni hvenar sem var, því hugur hans var sívakandi og starfaði með slíkri nákvæmni og hraða að slíks hef ég ekki þekkt dæmi hjá nokkru manni. Hann var svo flugmælskur að það var engu líkara en hann læsi af ósýnilegu blaði og þó var hver setning svo hnitmiðuð og ljós að dagleg ræða hans hefði verið fyllilega prenthæf. Frönsku, ensku og ítölsku talaði hann af sama öryggi og þýsku. Minni hans var óbrigðult og sérstakan undirbúning þurfti hann aldrei til að leysa viðfangsefni sín. Í samræðum við hann fann maður sig í senn heimskan, illa menntaðan, óöruggan og ruglaðan í rýminu, gagnvart rólegri íhygli hans og heilskegnu raunsæi. En eitthvað var þó við þennan furðulega skýrleika, þessa kristaltæru hugsun, líkt og við valin húsgögnin og fögur málverkin heima hjá honum sem verkaði óþægilega á mann. Vitsmunir hans voru eins og hugvitsamlegt tæki, íbúð hans eins og listasafn. Maður kunni aldrei fyllilega við sig heima hjá honum á hinu forna aðalsetri Lovísuhöllinni í Brandenburg vegna strangrar formfestu og óþarfa tærilætis. Einhvern kjarna vantaði í gagnsæja hugsun hans. Sjaldan hef ég séð harmsögu gyðinga birtast á jafn átakalegan hátt og í persónuleik þessa manns sem þrátt fyrir alla sýnilega yfirburði skorti tilfinningalega kjölfestu og hugarró. Vinir mínir aðrir, eins og til dæmis Verheeren, Ellen Key og Basal Gett, áttu ekki 10. hlutan af hyggindum hans til að bera og ekki 100. hlutan af fjölvísi hans og lífstekkingu, en þeir höfðu sjálfstraust og vissu hvar þeir stóðu. Rathenau virtist mér hins vegar aldrei hafa fast land undir fótum þrátt fyrir sína óviðjafnanlegu vitsmuni. Líf hans var allt ein samfellt styrjöld ósættanlegra andstæðna. Hann hafði erft öll hugsanleg völd eftir föður sinn en óskaði helst að hafna þeim arfi. Hann stundaði kaupsýslu en langaði til að geta litið á sig sem listamann. Hann átti morð fjár en var með vangaveltur sósíalisma, leit á sig sem gyðing en gerði sér títt Krist. Hann hugsaði sem heimsborgari en dáðist að prússneskri þjóðernisstefnu, dreymdi alþýðustjórn en var þó í miklum metum hjá keisara, gestur hans og ráðgjafi, var síður en svo blindur fyrir brestum hans og hégómaskap án þess þó að fá ráðið við sína eigin fordild. Ef til vill var þrotlaus athafnasemin honum aðeins ráð til að stilla órólegar taugar og eyða þeirri einmanakennd sem inni fyrir bjó. Það var ekki fyrr en 1919 eftir uppgjöf þýska hersins þegar honum var fengið það ábyrgðarmikla hlutverk að mynda að nýju lífræna ríkisheild úr óskapnaðinum að hinnir geysilegu duldu kraftar hans fengu að njóta sín í einu stóru átaki. Og þá fyrst sást hver maður hann var, hann lagði alla snilligáfu sína í framkvæmd einnar hugsunar að bjarga Evrópu. Við kynni mín af Rathenau var ég margs vísari fjarlæg lönd og sjóndeildarhringur minn víkkaði að mun. Í samræðum jöfnuðust engir á við hann að skýrleik og andlegri snerpu nema ef vera skildi Hoffmannsthal, Valéry og Kaiserling greifi. Rathenau vakti áhuga minn á sögu samtímans og var sá fyrsti sem hvatti mig til að ferðast í aðrar heimsálfur. Þér skiljið ekki England með því að sjá aðeins bresku eyjarnar og álfuvora ekki heldur ef þér farið aldrei út fyrir hana, sagði hann. Þér eru frjáls maður, notið yður frelsið. Það er dásamleg köllun að starfa í bókmyndunum af því að allur asi þar óþarfur. Ári fyrr eða síðar skiptir ekki máli fyrir góða bók. Hvers vegna farið þér ekki til Indlands eða Ameríku?
Þessi orð gripu mig föstum tökum og ég ákvað strax að fara að ráðum hans. Koman til Indlands var ömurlegri en ég hafði vænst. Mér óaði við eymd fólksins, gleðivana alvörunni í svörtum augum þess og hræðilegu tilbreytingarleysi landslagsins. En mest fékk þó á mig ríkskorðuð skipting þjóðfélagsins í stéttir og kynflokka, en af henni hafði ég þegar fengið dálítið sýnishorn á skipinu. 2 töfrandi ungmeyjar, svarteygar og grannvaxnar, glæsilegar og kurteisar höfðu verið með okkur í förinni. Strax fyrsta daginn tók ég eftir því að þær héldu sig sér eða var haldið sér af einhverju ósýnilegri markalínu. Þær gáfu sig ekki að dansi, blönduðu sér ekki í samræður, heldur sátu afsíðis og lásu enskar eða franskar bækur. Á öðrum eða 3. degi uppgötaði ég fyrst að það voru ekki þær sem forðuðust félagsskap Englendinga, að það voru þeir sem drógu sig í hlé gagnvart þessum kynblendingum. Gilti einu þótt þessar töfrandi stúlkur væru dætur kaupmanns í París og móðir þeirra frönsk. Á heimavistarskóla í Lausanne og við háskólanámi í Englandi höfðu þær notið fulls jafnréttis, en strax borð í Indlandsfarinu hófst hinn mannfélagslega útlegð, einhver hrjálegri þótt hún birtist aðeins í kulda og fálæti. Þetta voru fyrstu kynni mín af djöfulæði kynþáttakenningana sem orðið hafa heimi voru meiri bölvaldur en sjálfar drepsóttir fyrir alda. Þessi atvik urðu strax til að skerpa sjón mína. Það var ekki trútt að ég blygðaðist mín fyrir það lotningu sem Evrópumanni auðsýnd í Indlandi. Henni höfum við að vísu fyrirgert nú og kemur meðal annars fram í því að hann má ekki fara í fjallgöngu svo sem til dæmis á Adamstind á Ceylon án þess að hafa 12 til 14 þjóna föruneti, annað ekki sambóðið virðingu hans. Það lagðist óþægilega í mig að á næstu áratugum eða öldum myndu meiri breytingar og umskipti verða á þessu hlægilega ástandi en okkar sjálfbyrgingslegu Evrópu geti órað fyrir. Af þessum sökum sá ég Indland ekki í rómantískum hillingum eins og Pierre Loti, heldur miklu fremur sem tákn viðvörunar. Og það voru ekki dýrleg musteri eða veðraðar hallir, né heldur landslag Himalajafjalla sem urðu innri uppfræðingu minni mestur fengur, heldur fólkið sem kynntist, fólk af öðrum toga en það sem venjulega verður á vegi rithöfundar frá meginlandi Evrópu. Í þá daga gættu menn pingju sinnar betur en nú og þá var Cook enn ekki tekin að skipuleggja skemmtiferðir hnöttin. Hver sá sem fór út fyrir Evrópu á þeim árum var næstum alltaf sérstæður maður í sinni stétt eða stöðu. Til slíks ferðalags völdust ekki úr kaupsýslustétt þröngsýnir smásalar heldur stórkaupmenn, úr læknastétt aðeins reglulegir vísindamenn, úr hópi atvinnurekanda sannir arftakar konkvistadorana, fífldjarfir, örir á fé og óbilgjarnir, en ef rithöfund var að ræða, hlaut hann að vera óvenjulega leitandi. Langa daga og nætur á þessu ferðalagi, þá var útvarpið enn ekki til truflunar með skvaldri sínu, lærði ég meira af kynnum mínum við þess að framandi þjóð þau öfl sem togast á í heiminum en af 100 bókum. Fjarlægðin að heiman breytir sjónarmiðum vorum. Margir smámunir sem ég hafði áður gefið helst til mikinn gaum hættu að vaksa mér í augum eftir heimkomuna og ég leit ekki lengur á Evrópu sem ævarandi möndul alheimsins. Einn af þeim mönnum sem ég kynntist í Indlandsförinni hefur haft afdrifarík áhrif á gang heimsmála þótt slíkt hafi farið fram að tjaldabaki. Á leiðinni frá Kalkútta til Indókína og á fljótabát upp ána Irrawaddy sat ég daglega klukkustundum saman á tali við Karl Haushofer og konu hans, en hann hafði þá verið skipaður hermálafulltrúi Þýskalands í Japan. Kunningsskapur minn við þennan hnarreista grannholda mann, skarpleitan og arnarnefjaðan, veitti mér fyrstu innsýn í fágætt eðlisfar og skapgerðarrækt þýsks herðarsforingja. Ég hafði auðvitað áður umgengist hermenn í Vín, vingjarnleg, alúðleg, meira að segja gamansöm ungmenni sem oftast voru af fátæku fólki og hafðu leitað athvarfs í einkennisbúningunum til að njóta þeirra hlunninda sem herþjónustan veitir. Hins vegar sá maður að Haushofer var af menntuðu efnafólki kominn,
Faðir hans hafði birt eftir sig talsvert af ljóðum og var, ef ég man rétt, háskólaprófessor og hafði fengið alhliða menntun auk sérþekkingar sinnar í hernaðarvísindum. Honum hafði verið falið að kanna af eigin reynd vígstöðvar rússneski-japanska stríðsins og bæði hann og kona hans höfðu fullnumað sig í japanskri tungu og voru meira að segja orðin handgengin japanskri ljóðlist. Haushofer var mér enn eitt dæmi þess að stórbrotin árangur í vísindum, einnig þeim hernaðarlegu, næst einungis með því að hafa snertingu við allar greinar þeirra. Á ferðalögum vann hann sleitulaust frá morgni til kvölds, fylgdist með landslæginu í sjónauka, skrifaði dagbækur eða skýrslur og fletti upp í alfræðibókum. Sjaldan sá ég hann öðruvísi en með bók í hendi. Eins og allir sem hafa glöggt auga sagði hann skemmtilega frá. Af samræðum mínum við hann lærði ég margt ráðgátur Austurlanda og eftir heimkomuna hélt ég áfram kunningsskapnum við Haushofer fjölskylduna. Við skiptumst á bréfum og heimsóttum hvor annan í Salzburg og München. Vegna slæmrar brjóstveiki varð hann að dveljast í Davos eða Arosa eins árs skeið og var að þetta hlé á herþjónustunni til þess að auka enn á vísindaiðkanir hans. Stríðið skall á var hann orðinn heill heilsu og gerðist yfirmaður í hernum. Eftir uppgjöfina var mér oft hugsað til hans með samúð. Þessum manni sem árum saman hafði lagt fram krafta sína til að treysta aðstöðu Þýskalands og átti ef til vill einnig sinn þátt í vígbúnaði þess, hlýtur að hafa verið svo það mikil skapbrunn að sjá Japan, þar sem hann hafði eignast svo marga vini, í hópi sinna sigursælu andstæðinga. Brátt kom í ljós að hann var einn af þeim fyrstu sem hafði á prjónunum skipuleg áform endurrétt stórveldis í Þýskalandi. Hann gaf út tímarit geopólitík og eins og stundum vill brenna við, skildi ég ekki í fyrstu dýpri merkingu þessara hreyfingar. Ég hélt í einfeldni minni að ætlunin var einungis að taka til meðferðar togstreituna á alþjóðavettvangi og jafnvel talið Lebensraum, hann mun fyrstur manna hafa notað það orð, hélt ég, samkvæmt Spengler, að ætti almennt við þá breytilegu lífsorku þjóðanna sem brýst fram á vissu þróunarskeiði. Einnig virtist mér krafa Haushofers nákvæmari athugun á sérkennum þjóðanna og fasta fræðslustofnun í þessari grein fullkomlega réttmætt því ég áleit að slíkar rannsóknir myndu einungis efla alþjóðleg kynni. Og ef til vill voru kenningar Haushofers ekki upphaflega settar fram í pólitískum tilgangi. Hvað það? Ég las bækur hans með miklum áhuga, hann vitnar í mig á einum stað og án allra tortryggni. Allir sanngjarnir menn luku lofsorði á fróðlega fyrirlestra hans og enginn vændi hann að hann væri að gefa nýjum ofbeldisstefnum undir fótinn eða vekja í nýju formi upp gömlu kröfurnar stór Þýskalands. En eitt sinn þegar ég af tilviljun minntist á hann í München, sagði einhver óskublatt áfram: Á, vinur Hitlers. Það datt yfir mig því í fyrsta lagi var kona Haushofers ekki hrein germönsk og hinnir velgefnu og geðþekku synir hans hefðu fráleitt fullnægt kröfum Nürnberg ákvæðana hreinleika kynstofnsins. Auk þess sá ég ekki hvernig andlegt samband mætti takast með hámenntuðum víðsýnum fræðimanni og forhertum áróðursegg fyrir þýskri þjóðernisstefnu af þröngsýnustu og ruddalegustu gerð. En einn af lærisveinum Haushofers var Rudolf Hess og hann kom samvinnu þeirra í kring. Hitler, sem veittist örðugt að tilenga sér framandi hugmyndir, var frá upphafi gæddur eðliskyni fyrir því hvað orðið gæti persónulegum áformum hans að gagni. Þess vegna var geopólitíkin kærkomið vatn á myllu þjóðernisjafnaðarstefnu hans, enda notfærði hann sér hana eftir föngum. Þjóðernisjafnaðarmenn höfðu ætíð þann hátt á að réttláta skefjalausa ágengni sína með einhverju gervi siðfræði og með hugtakinu lífsrými þjóðanna var loks fundin heimspekileg sauðargæra yfir hina nöktu yfirgangsstefnu þeirra, óljóst skilgreint og meinleysislegt hugtak nota mátti til að skýra sérhvert landrán sem siðfræðilega og mannfræðilega nauðsyn. Það því minn gamli ferðafélagi, hvort það var að hans vitund og vilja veit ég ekki, sem varð valdur að því að Hitler breytti stefnu sinni
upphaflega var eingöngu miðuð við þjóðernismál og hreinleika kynstofnsins. Í anda lífsrýmiskenningarinnar var síðan mynduð vígorðið í dag eigum við Þýskaland, á morgun allan heiminn. En slíkt var álíka óskammfeilinn hugtakaruglingur og þegar kenning alfræðinganna yfirráð skynseminnar var notuð til að afsaka hermdarverk og múgæsingar. Af því ég best veit hefur Haushofer aldrei þegið neina virðingarstöðu af flokknum og hefur meira að segja kannski aldrei í hann gengið. Gagnstætt hinum pennafimmu blaðamönnum nútímans lít ég alls ekki á hann sem eitt þeirra virðulegu öldurmenna brugga banvæn ráð og hvísla þeim foringjanum í eyru. En á hinu leikur ekki vafi að það voru kenningar hans, miklu fremur en ráð óðustu áhákenda Hitlers sem urðu til þess að færa ofbeldisstefnu þessa af þjóðlegu sviði yfir á alþjóðavettvang. Það kemur í hlut framtíðarinnar að afla sannra heimilda raunverulegan þátt Haushofers í sögunni. Ekki leið á löngu þar til ég brá mér út fyrir pollinn í annað sinn og nú var ferðinni heitið til Ameríku. Eins og í fyrra skiptið fór ég eingöngu til að sjá heiminn og, ef verða mætti, til að ráða eitthvað í rúnir framtíðarinnar. Ég held raunar að ég hafi verið einn af þeim fáu rithöfundum sem ekki fóru til Vesturheims í því skyni að græða fé eða slá sig í dagblöðunum. Ég fór eingöngu til að sjá hvort óljósar hugmyndir mínar þetta meginland kæmu heim við raunveruleikann. Mér engin launung á að þessar hugmyndir mínar voru allrómantískar. Fyrir mér var Ameríka Walt Whitman, land hinnar nýju hrynjandi lífsins, hins komandi alheims bræðralags. Áður en ég lagði af stað, las ég enn einu sinni yfir villta straumþunga langlínu hætti hins mikla Camerado og steig því á land í Manhattan með hlýju bróðurþeli í stað hins venjulega hroka Evrópumanna. Ég minnist þess enn að mitt fyrsta verk á hótelinu var að spyrja dyravörðin gröf Walt Whitmans, en hennar ætlaði ég að vitja. Með þessari spurningu kom ég vesalings ítalanum í argvítuga klípu. Hann hafði aldrei heyrt mannsins getið. Mér fannst stórmikið til allt í fyrstu, þótt New York væri þá ekki jafn hrífandi næturfögur og hún nú. En þá vantaði brimandi ljós hafið á Times-torgi og ævintýralegt ljóskvolf borgarinnar sem glitrar nætur með milljörðum gervistjarna mót hnattahafi festingarinnar. Bæði útlit borgarinnar og umferð skorti þann djarfa glæsibrag sem einkennir hana nú, því aðeins einstöku skýjakljúfar teygðu sig hikandi til himins og sýningargluggar og skreytingar voru svipur hjá sjón samanborið við það sem nú En að horfa yfir höfnina frá hinni sígnötrandi Brooklyn-brú og reika milli gnæfandi steinjötna strætanna var bæði nýstárlegt og hrífandi. En eftir 2 eða 3 daga viku þessar kendir fyrir annarri ennvoldugri, nagandi einmanaleikanum. Ég hafði ekkert að gera í New York og hvergi iðjulaus maður eins utangátta og þar. Þá voru enn engin kvikmyndahús manni til dægrastyttingar, né heldur þægilegir gildaskálar og fátt listverslanir og söfn að móts við það sem nú Menningarlega stóð allt langt að baki Evrópu. Ég hafði í 2 eða 3 daga skoðað rækilega söfn og helstu merkistaði, rak mig eins og stjórnlaust far fram og aftur nöturleg misvindasum strætin. Loks tók þetta tilgangslausa ráp að fá svo á mig að ég varð að taka eitthvað til bragðs til að gera mér lífið bærilegt. Ég gerði mér upp leik. Ég hugsaði mér að ég væri innflytjandi sem flakkaði hér einn síns liðs með aðeins 7 dali í vasanum. Gerðu, sagði ég við sjálfa mig, það sama og slíkur maður verður að gera. Láttu sem þú sért neyddur til að fara að vinna fyrir mat þínum, í síðasta lagi eftir 3 daga. Svipast eftir atvinnu eins og sá sem kemur hér vinalaus og ókunnugur. Síðan tók ég að ganga frá einni ráðningarskrifstofinu til annarar og kynna mér auglýsingarnar á dyrum þeirra. Á einum stað vantaði bakara, á öðrum aðstóðarbréfritara sem talaði frönsku, á þeim 3. afgreiðslumann í bókabúð. Í hinu nýja hlutverki hentaði þetta síðast talda starf mér prýðis vel, svo ég klöngraðist nokkra járnstiga upp á 3. hæð, spurðist fyrir launakjör
og bar þau saman við auglýsingar blaðana herbyggislegu í Bronx. Eftir 3 daga atvinnuleit hafði ég fundið 5 stöður sem allar máttu teljast boðlegar til lífsuppeldis. Á stefnuleysum flækingi hefði ég aldrei getað gengið svo vel úr skugga hvílíkt olnbogarými og tækifæri þetta unga land hafði upp á að bjóða og fannst mér mikið til koma. Með því að flakka þannig milli skrifstofana og kynna mig hjá fyrirtækjum gafst mér einnig innsýn í dýrlegt frelsi þessa lands. Enginn spurði eftir þjóðerni mínu, trúarbrögðum né uppruna og auðvitað ferðaðist ég án vegabréfs, þótt slíkt láti fáránlega í eyrum manna sem vanist hafa fingrafara rannsóknum og lögregluskilríkjum. En hér beið starf eftir vinnandi höndum og það reið baggamuninn. Á þessari horfnu frelsistíð mátti gera kaupsamning á stundinni án þess að ríki og stéttarfélög kæmu þar nærri með vafningasum formsatriði. Af þessari atvinnuleit lærði ég meira Ameríku fyrstu dagana vestra en ég gerði allar þær vikur sem ég spókaði mig á ferðalögum Philadelphíu, Boston, Baltimore og Chicago, alltaf einn míns liðs, nema nokkrar ánægjulegar stundir í Boston með Charles Löffler, samið hafði lög við nokkur kvæði eftir mig. Aðeins í eitt einasta skipti kom dálítið fyrir sem stakk í stúf við algert nafnleysi mitt á þessum stað. Þessa atviks minnist ég ennþá glöggt. Ég var á stjái eina breiðgötuna í Philadelphíu og stansaði fyrir framan bókaverslun til að athuga hvort ég sæi nokkuð eftir höfunda sem ég þekkti. Allt í einu hrökk ég við. Í glugga verslunarinnar stóðu neðst til vinstri 6 eða 7 þýskar bækur og á einni þeirra blasti við mitt eigið nafn. Ég starði eins og heillaður og tók að hugleiða þetta. Hér reikaði ég að því virtist í tilgangsleysi ókunnstræti og enginn þekkti mig né gaf mér gaum, en þó fyrirfann ég þarna brot af eigin sjálfi vilst hafði hingað á undan mér. Bóksalinn hlaut að hafa skrifað nafn mitt á pöntunarseðil og bókin síðan hafnað hér eftir 10 daga sjóferð. Andartak hvarf einstæðingskendin og þegar ég fyrir 2 árum kom aftur til Philadelphíu leitaði ég ósjálfrátt aftur og aftur að þessum sama glugga. Mér var nú þrotinn kjarkur að halda til San Francisco. Hollywood var þó enn ekki komið til sögunar. En á einum stað öðrum gat ég þó að minnstakosti litið hið langþráða Kyrrahaf sem frá barnæsku hafði heillað mig vegna frásagna af fyrstu siglingunum umhverfis hnöttin. Dauðleg augu munu aldrei framar skyggnast frá þessum stað því hann nú horfinn, en hér á ég við síðustu hæðirnar á vegi Panamaskurðarins sem þá var verið að grafa. Ég hafði farið þangað með litlu skipi Bermúda og Haítí. Hinn nýja skáldakynslóð vor hafði nefnilega lært af herinn að dá tækni undir samtímans af svipuðum eldmóði og forfeður okkar dáðu fornrómverska menningu. Panama sjálft var ógleymanleg sjón. Gulbrúnn leirinn í sundurgröfnum fljótsfarveginum brenndi næstum í manni augun, jafnvel gegnum dökk sólgleraugu, og í svækju þessa nornaketils voru milljarðar moskítóflugna á sveimi. Í kirkjugörðunum mátti líka sjá óendanlegar fylkingar af fórnarlömbum þeirra, því margir voru þeir sem hníið höfðu í valinn við þessa framkvæmd sem Evrópa hafði stofnað til en Ameríka skyldi ljúka við. Eftir 30 ára hrakföll og vonbrigði sá nú loks fyrir endan á þessu verki. Enn var nokkurra mánaða vinna eftir við flóðgáttirnar, en svo þurfti ekki annað en styðja á rafmagnsrofa og höfin 2 höfðu sameinast aldur eftir 1000 ára aðskilnað. Ég var einn þeirra síðustu sem með víðerni sögunar í huga sá þau skilin hvort var öðru. Það var gott að kveðja Ameríku með því að skoða þetta mesta tækniafrek hennar.